verið velkomin í þennan fyrri hluta oddvitakappræðna Reykjavíkur hér í Hádegismóum fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar sem að fara fram núna á laugardaginn 16. maí. Til okkar eru mættir, ég vil kalla það baráttuflokkana, þeir eru að berjast að fá sæti í borgarstjórn og ætla að koma hérna og ræða sínar áherslur sín á milli og erindi sitt í þessum kosningum. Verið velkomin öll sömul. Já, hérna með okkur í dag eru frá Góðan daginn framboðinu Ingimar Þór Friðriksson. Takk fyrir. Og frá Flokki fólksins Guðmundur Ingi Þóroddsson. Okkar borg Sigfús Aðalsteinsson. Silja Sóley Birgisdóttir frá Sósíalistaflokknum og Kristinn Jón Ólafsson frá Pírötum. Og kannski alltaf að taka það fram að hún Silja Sóley á afmæli í dag. Já, til hamingju með það. Já, takk hérlega fyrir það. Takk hérlega fyrir það. Það förum einhver silkihönskum þig hér í dag. Nei, það er enginn aftur gefum, sko, það. Ég trúi engu öðru. Einmitt. Heyrðu, eigum við ekki bara að vinda okkur í það að bjóða frambjóðendum að kynna sig? Jú, það er ekki bara tilvalið. Við byrjum á þér, Ingimar, að þú segir kjósendum aðeins frá þér og fyrir hvað það brennur og hvers vegna þú ert komin mættur á þetta svið í pólitíkina. Já, takk fyrir. Ég heiti Ingimar Þór Friðriksson og er oddviti G-listans. Ég er tölvunarfræðingur að mennt og með rekstra hagfræðipróf, MBA-próf frá HR. Ég er búinn að vera kennari í 11 ár í HR og stjórnandi í 30 ár. Og ástæðan fyrir ég er í stjórnmál eða í þetta framboð er fyrst og fremst að ég brenn fyrir bættum rekstri. Maður horfir á hvað reksturinn er slæmur í borginni og ég tel mig geta hjálpað. Svona helstu stefnumál okkar framboðs er rekstur, bættur rekstur. Það er líka bætt þjónusta. Sjálfur var ég yfir þjónustu hjá Kópavogsbæ, yfir þjónustu verinu og upplýsingatækni þar í 15 ár. Við þekkið þann málaflokk mjög vel. Bætt vinnustaðamenning, það sem er hægt að valdefla fólk og síðan til að nefna eitthvað annað þá brennum við fyrir lýðheilsu og eitt af stefnumálum okkar er að við horfum á hvert skólahverfi sem lítið þorp og það sé íbúar á því hverju þorpi og það fái inni í grunnskólanum okkar. Grunnskólanir eru ekki vel nýttir eftir að námi er lokið á daginn. Þannig að það er hægt að nota þetta sem einhvers konar félagsheimili fyrir þorpið og þarna geta fólk Mínútu Ingimar, við verum að hlaupa næsta En þetta er góð hugmynd að nýta gæði borgarinnar betur. Já, en munum minna bara á að þetta er örstutt, þetta er þessi mínúta. Gjörðu svo vel, Guðmundur Ingi. Já, sælverði, ég heiti Guðmundur Ingi Þóroddsson og er oddviti Flokks fólksins. Ég er í þessari baráttu því að ég hef verið í mörg ár að byggja upp mannréttindasamtök sem er að vinna fyrir fólk sem kerfið hefur gleymt. Fólk sem er í vandræðum og við sjáum alla daga að kerfið er ekki að grípa og við viljum breyta því. Við viljum að tölvan segi já, ekki nei. Við erum vissulega baráttuflokkar og ég fyrir Flokk fólksins. Flokkur fólksins er baráttuhópur fyrir eldri borgara, öryrkja, efnaminna fólk og fólk sem kerfið er ekki að grípa. Börn og ungmenni og þetta er ástæðan fyrir mínum framboði. Takk fyrir Guðmundur. Sigfús, gjörðu svo vel. Takk að þið fyrir. Sigfús Aðalsteinsson heiti ég og er oddviti fyrir okkar borg. Okkar borg er eiginlega tilkomið vegna starfa við þvert á flokka sem að flestir kannast nú eitthvað við en við eiginlega sem að stóðum að því við ákváðum það að við þurftum að gera eitthvað í þessari borg. Henni hefur farið raka gríðarlega undanfarin 15-16 ár og það þurfti aðeins að hreyfa við þessu og laga ótalatriði og við teljum okkur afskaplega vel búin til þess og viljum taka þátt í því starfi. Takk fyrir þetta. Og Silja, gjörðu svo vel. Já, ég heiti Silja Sóley Birgisdóttir og ég er oddviti Sósíalistaflokksins hérna í Reykjavík. Ég er 26 ára í dag, eins og þið voruð að segja, og er hvað yngst af öllum frambjóðendunum, en ég brenn helst fyrir skólamálum. Ég hef lengi unnið í skólakerfinu, bæði leik- og grunnskólum og ég hef reyndar líka komið að kennslu í framhaldsskóla og háskólastiginu. Og ég hef bara séð hvað það munar miklu að hafa öflugan stuðning inn í þessu kerfi. Þannig ég kem fyrst og fremst inn í pólitíkina
út af því. Mér var sagt einu sinni að þú breytir engu nema þú komist í pólitík. En ég hef alltaf verið pólitískt þenkjandi og ég hef alltaf talað mig vera sósíalista og þess vegna ég í þessum flokki. Ég tel það bara vera á ábyrgð stjórnvalda að leiða með hagsmunum almennings að leiðarljósi, að við séum að grípa fólk sem stendur höllum fæti og við séum í raun og veru að skapa kerfið þannig að við séum að nýta almannaféð á réttan hátt og þannig að við getum tryggt jöfnuð og réttlæti í samfélaginu. Takk fyrir þetta, Silja. Kristinn, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, ég heiti Kristinn Jón Ólafsson og ég oddviti Pírata í Reykjavík. Bakgrunninn minn upprunalega svona úr frumkvöðlasamfélaginu og þar var ég að vinna ýmsum verkefnum tengt samfélagslegri nýsköpun og ég áttaði mig fljótt á því að ég þyrfti að fara inn í hið opinbera til þess að geta haft veruleg áhrif og þar af leiðandi leiddi það til þess að ég fór að vinna sem starfsmaður hjá borginni í ýmsum nýsköpunar- og þróunarverkefnum og kom meðal annars að því að innleiða rafskútur í borgarlandi, upplýsingar næsta strætó í strætóskýlum og kom á fyrstu velferðartæknismiðju borgarinnar. Í dag ég varaborgarfulltrúi hjá Pírötum og það sem ég brenn hvað mest fyrir að skapa barnvænna, græna samfélag þar sem við erum að skapa rými þar sem fólk að hittast og njóta samverunar og nýta líka nýsköpun og stafræna umbreytingu í að betur bæta þjónustuna til íbúa. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta. Þá veitum við allavega hver oddvitarnir eru. Það er mjög gott að byrja þar. En þá spurning svona, hver skýrasta ástæðan fyrir því að Reykvíkingar ættu að kjósa ykkar lista? Við kannski byrjum bara aftur á Ingimar, við tökum sömu röð. Og bara mjög stutt svör. Bara eiginlega vonlænir. Ég er skammaður að vera ofstuttur hingað til. Bara svo það sé sagt. Eina setningu. Þetta var ekki persónulegt. Þetta var svo þessi skipt fyrir alla. Á ég að horfa í myndavélina líka? Nei, nú erum við bara að skalla okkur. Ég held að aðal ástæðan svo að það vantar meiri þekkingu, rekstrarþekkingu inn í borgarstjórn. Þetta ekki vettvangur fyrir slíka aðila, hefur ekki verið. Þetta hefur ekki verið spennandi umhverfi. Þannig að það var eiginlega upprunni hjá okkur að horfa til þess að fá aðila inn í borgarstjórn sem þekkja rekstur. Og ég þekki rekstur mjög vel, sérstaklega í sveitarfélögum. Hjörti sem öðru sæti, búin að vera í framkvæmdastjóri í Landsbankanum og við erum mikla reynslu í rekstri og það er ástæðan fyrir að við erum að stíga inn á þetta svið. Okay, takk fyrir. Nú ætlum ég aðeins að hrista upp í þessu og fara yfir til þín, Kristinn. Já, af hverju íbúar Reykjavíkur ættu að kjósa Pírata? Já, svona hver er skýrasta ástæðan fyrir því? Skýrasta ástæðan fyrir því? Helsta ástæðan. Númer 1 og 3 erum við í grunninn mikill mannréttindafrelsis og lýðræðisflokkur og á tímum eins og við erum að búa þetta þá mikilvægt að sú rödd heyrist vel og sterkt. Við söknum þess á þingi meðal annars í dag. Að öðru leyti þá erum við líka flokkur kerfisbreytinga. Við hefum sýnt fram á það að við hefum einfalda ferla og breytt kerfi borgarna til muna og bætt þjónustundum til íbúa og spara borginni 1,7 milljarð á ári með því að stafaða þjónustuna og við teljum að það sé hægt að gera það enn betur og enn meira að því við sjáum fullt af tækifærum og við erum líka að spara yfir 100.000 klukkustundir nú þegar í dag vinnustundir innan borgarna með því að nýta sjálfvirknivæðingu, stafrænt vinnuafl og fleira. Og það er engin annar flokkur sem hefur haft jafn mikla þekkingu á þessari nútímavæðingu og Píratar. Þá við Lúna. Já, það er einfalt. Við erum flokkur lítilmagnast. Við erum rödd eldra fólksins, við erum rödd minnihlutahópa og sú rödd má ekki hverfa. Við erum búin að dæla inn málum sem við erum búin að ná í gegn í ríkisstjórn og í borginni núna og þannig vinnur þetta vel saman. Silja. Já, svo er þetta að leggja höfuð áherslu á að við séum að gæta hagsmuna almennings. Við viljum passa upp á sameiginlegar eignir, við viljum efla fagþekkingu inn í kerfinu og viljum byrja að investa þjónustunni og komum bara á fót skýrum verkferlum þannig að þjónustan gengur smurt og líka við leggjum höfuð áherslu á húsnæðismálin. Við þurfum að grípa miklu betur utan þennan málaflokk og við þurfum að tryggja ógnadreifið húsnæði í miklu meira magni þannig við komum jafnvægi á húsnæðismarkaðinn og tryggjum húsnæðisöryggi fyrir alla. Og Sigfús? Já, takk. Við erum með einfalda stefnuskrá í 7 liðum sem að sést inn á okkarborg.is. Við ætlum svona einbeita okkur að þessum atriðum. Það er sérstaklega þá, það er skipulagsmál, samgöngumál,
Við ætlum aðeins að skoða þessi hælisleitendamál innan borgarinnar. Við ætlum að fara í menntamálin og reyna að snúa við þessum erfiðu rekstrarskilyrðum leikskólana. Og síðan viljum við taka smá til í grunnskólanum og taka út þessa kynjafræði og sko, svo viljum við bara taka eins til í rekstri borgarinnar, setja á ráðningarstopp og við viljum breyta þessu skipulagi í 2 stæði og íbúð og lágreiksta byggð og fleira. Takk fyrir. Næst ætlum við að vinda okkur í hraðaspurningar, er það ekki? Jú. Það er ekki best að taka eina spurningu og láta hana renna hérna bara hratt í gegn, núna frá vinstri til hægri. Og þetta er bara svona já eða nei spurningar. Enga málalengingar, þið fáið tækifæri til að skýra mál eitthvað betur síðan í umræðunum og eftir. Já. Þannig að Sólrún, vilt þú ekki byrja á að bombeinni spurningu á það? Bombeinni spurningu, já, Kristín. Hérna, Sundabraut á næsta kjörtímabili? Já eða nei? Já, í samráði við íbúa. Silja? Nei, það er ekki að gera það svona stuttum tíma. Sundagöng. Það er einfalt mál. Í staðinn fyrir Sundabraut? Sundagöng. Ok, það er svar. Já, við viljum flýta Sundabraut eins fljótt og hægt er. Ingimar? Já, við viljum flýta Sundagöngum eins fljótt og orðið er. Við erum sammála það, já, með göngin, já. Ég vonum að taka þetta, ég hef margar skoðanir á Sundabrautinni á göngunum. Ég held að við séum öll á... Við höfum öll margar skoðanir, við höfum klára skoðanir á því að þetta þurfa að vera Sundagöng. Við þurfum klárlega að krifja þetta hérna. Já, heyrist það. Kristín? Já. Útilokar að samstarfi eitthvað flokk og hvern? Við erum náttúrulega flokkur mannréttinda og frelsis og lýðræðis eins og ég margnefnt hér. Þetta eru hraðaspurningar. Já. Ég hef ekki gert það hingað til, en miðað við orðræðu ákveðna flokka þá er það miðflokkurinn og okkar borg hreinlega af því það bara gengur gegn okkar grunngildum. Silja? Ég tek undir og ég hef lýst þessu áður að við erum ekki tilbúin í samstarfið okkar borg og miðflokkinn einfaldlega út af orðræðinu sinni gegn mannréttindum. Er þið tilbúin í samstarfi vinstrið? Nú hafa verið svona nokkur átök þarna á milli, ef maður forvitnast. Já, auðvitað. Ég meina áherslun okkar rýma miklu leyti til og sveitarstjórnarkosningar eiga alltaf að spyrja og snúast bara að hagsmunum almennings, þannig auðvitað. Sigfús? Heyrðu, við útilokum engan. Meira að segja bjóðum við bara Pírötum og sósíalistum velkomna í samstarf ef það er aðhyllast okkar stefnuskrá. Guðmundur? Hver er ég að fara að útiloka einhverja? Ég vil lifi fyrir annan séns og annan tækifæri í lífinu. Nei, ef við náum okkar málefnum í gegn þá útilokum við engan. Ingimar? Við útilokum engan og ég ræddi hann orð hérna áðan að ég myndi helst vilja að það væri ekki meiri hluti. Myndum við öll vinna saman. Ok. Spurning hvort þið höldum ekki bara sömu röð. Kristín, borgarlína, óbreytt. Já, bara keyra hana áfram, hún er ótrúlega mikilvæg. Silja? Já, að mestu leyti til. Enga borgarlínu. Við viljum endurskoða ákveðna þætti sem á ekki að tefja borgarlínu. Ingimar? Það er sama hér, við viljum endurskoða ýmislegt og ekki ganga á rétt einkabílsins. Já. Ok. Mett. Þá held ég að við vindum okkur að svo búnu í fyrsta auglýsingarhléið. Ekki fara langt, við verðum hér aftur eftir augnablik. Samsung kynnir nýjan Galaxy S26 Ultra. Meira frelsi, meira næði. Can you do this? Kynntu þið málið á samsungmobile.is. Þú færð alvöru verkfæri hjá verkfærasölunni. Reykjavík, Kópavogi, Akureyri og Reykjanesbæ. Verkfærasalan. Þú færð saltvatspottana frá Master Spas hjá Ofnasmiðju Reykjavíkur, Vagnhöfða 11. Velkomin aftur að skjánum. Þá höldum við hér áfram með oddvitum 5 flokka í Reykjavíkurborg, fyrri hluta oddvita kappræðna Morgunblaðsins. Við ætlum að fara yfir í að ræða stöðu borgarinnar. Ég veit að hér eru margir sem hafa
ýmsar skoðanir á þeim efnum og kannski bara við byrjum þetta svona svolítið opið og verið ófeimin við að síðan að taka á eftir orðið að hverju öðru en byrjum bara á að opna þetta á svona aðeins á ykkar sýn. Hver er staðan, hverju þarf að breyta og hver er forgangsröðunin? Ingimar, ég ætla að byrja á þér. Já, sko, staðan er náttúrulega slæm. Við skuldum 300 milljarða og við erum að borga 30 milljarða á ári í vexti. Það er skelfileg staða. Þannig að við þurfum að vinda ofan af því og hvernig vindum við ofan af því? Við þekkjum rekstur og það er ýmislegt þetta að gera. Það er bara hægt að rýna til þess alla samninga borgarinnar og skoða hvort það ekki sé hægt að lækka kostnaðinn bara í gegnum samningana. Og við höfum verið að skoða opna bókhaldi hjá Reykjavíkurborg og við sjáum ýmis tækifæri. Meðal annars í upplýsingatækni rekstrinum, hvað sýnist hann vera allt og hár og væri hægt að lækka hann töluvert. Miðað við það sem ég hef reynslu af í Kópavogsbæ. Guðmundur. Já, ég held að borgin sé nú bara ágætlega rekin. Það auðvitað má alltaf gera betur og við erum þar að við viljum sjá minni yfirbyggingu, við viljum taka til. Það eru vandamál, það eru mikið kostnað í innkaupum og kulnun og veikindum og alls konar hlutir sem þarf að taka á og við viljum gera það og færa það fjármagn í grunnþjónustu og ég held að séu allir flokkar í dag eiginlega sammála þetta en það þarf aðalega að styðja betur líka við starfsfólk en almennt sé held ég að borgin sé bara mjög vel rekin. Sigfús. Ég get nú ekki fallist á þetta hjá Guðmundi að hún sé vel rekin, þá þarf að taka til á ýmsum sviðum eins og Ingimar sagði og ég ætla svo sem ekki að fjölyrða það en það þarf líka að taka til í þessum ákvarðanatökum og öllum þessum sviðum, mannafla og öðru slíku, þannig að það er á nóg að taka þegar að byrja þarf. Selja. Ég held að það snúist líka bara forgangsröðun og vera með ákveð svona skýrt verklag. Það er mjög mikill peningur sem er eytt í útvistun og þá fer almannafé bara í vasa einkaaðila. Það eru mjög margt sem fer bara í gífurlega lönguflókin ferli. Við viljum í raun og veru bara passa að peningurinn sé að fara sem næst fólkinu, fer í þessa grunnþjónustuna og er einmitt að stuðla að heilbrigðu vinnumhverfi þannig að fólki líði vel að vinna fyrir Reykjavíkurborg. Kristinn. Já, borgin er að mörgu leyti bara mjög vel rekin. Við erum með næstlægsta skuldahlutfallið á höfuðborgarsvæðinu og með við síðustu ársreikninga þá erum við að sjá að öll svið eru bara nánast á nulli og þannig að við erum á mjög góðum stað í rekstrinum. Hins vegar er alltaf hægt að gera betur og við höfum sannarlega sýnt það líka með stafrænu umbreytingu að við erum að spara borginu 1,7 milljarða á ári af þeim verkefnum sem eru búin að ábæta með þetta sem eru 25% verkefna. Þannig að það er í rauninu mikil hagræðing og tækifæri til staðar. Varðandi innvistun og útvistun þá þurfum við alltaf að greina hvert verkefni fyrir sig. Þetta er ekki alveg svona einfalt alltaf að investa og útvista. Það þarf að greina og rýna vel í það hverju sinni hvað er líka gæðin og hvað er ódýrt og hvað skila bestu þjónustunni til íbúa. Mér langar það bara að grípa á því varðandi innvistun og útvistun. Auðvitað þarf að horfa á hvert verkefni fyrir sig, en við þurfum líka að horfa til lengri tíma. Við viljum að það sé verið að byggja upp fagþekkingu, sérstaklega mitt í stafrænni tækni. Það eru fullt af forriturum og tölvunarfræðingum sem eru ekki að fá vinnu og það verða að útvista mjög mikið af þessum verkefnum fyrir utan Ísland. Við viljum frekar vera að byggja upp fagþekkinguna því það skilar sér alltaf til lengri tíma. Og það er einmitt þessi kjarnaþekking sem er innan úr sér borgin í dag, varðandi stafrænu umbreytinguna. Það er engin tala sem er eitthvað svona töfratala í þessu öllu saman. Við erum að útvista cirka 60-70% verkefni í dag og erum að investa þar alveg á móti 30-40. Þannig að það er engin töfratala en það er mjög mikilvægt í sammálaðir varðandi það að það sé kjarnaþekking innan hús sem er til staðar að því gerum áratugi. Ef við lítum aftur tilbaka innan þess opinbera, þá hafa fyrirtæki, ég get bara satt það hreint og beint út, verið á spenunum af því hjá hinu opinbera út af því að það hefur ekki verið til kjarnaþekking innan hús. Þannig að það er mjög mikilvægt að það sé til staðar svo fólk viti hvaða lausnir eru að kaupa og átti sig á því að þetta sé ekki einhvern veginn dreift út öll svið borgarinnar, heldur að það sé miðlægt eins og við erum búin að stilla þessu upp í þjónustu og nýsköpunarsviði í dag, þar sem er rosalega mikil þekking á þessu málaflokki og tekur bestu ákvarðanir, hvað er hagkvæmt, hvað er bestu gæðin og hvað sinnir bestu þjónustunni til íbúa. Og það er líka bara miklu betra að vera með innvistununa líka, fyrir skammtíma verkefni að fá fólk líka inn á verkefnið sem búa á Íslandi því það líka skapar bara betra samfélag að fólk sé að fá tekjurnar sínar frá Íslandi og sé að borga þau tilbaka. Og það erum við einmitt að gera. Mér langar aðeins að bæta við þetta.
Því ég kom inn á tölvu upplýsingatæknikostnaðinn. En inn í opna bókhaldi Reykjavíkurborgar þá kemur í ljós að þessi tölvurekstur og tölvu upplýsingatækni þjónusta sé kringu 6 milljarða. Á sama tíma þetta 650 milljónir fyrir sömu þjónustu, sama rekstur hjá Kópavogsbæ. Þetta tíföldun. Og auðvitað ef við miðum við bara fólksfjölda þá munar þetta kringum 4 milljörðum. Það 3,85 milljörðum sem munar þar sem að borgin að borga meira fyrir þennan rekstur heldur en Kópavogsbær. Og samt erum við ekki að horfa til stærðarhagkvæmni þarna því það stærðarhagkvæmni að vera stór borg heldur en lítil bær eins og Kópavogur. Ef ég má skjóta inn í varðandi þetta þá get ég bara sagt ykkur það líka að Samband íslenskra sveitarfélaga sem gefur það út að það ekkert annað sveitarfélaga sem heldur vel utanum upplýsingatæknimálin og reksturinn. Innan margra annars sveitarfélaga þá þetta dreift á sviðin og þetta falin kostnaður hingað og þangað. Þannig að þetta ekki alveg réttur samanburður að gera þetta svona svart og hvítu að því innan annars sveitarfélaga þá höfum við sýnt það fram á að það aukinn kostnaður þegar þú tekur þetta ekki saman miðlægt og þar að leiðandi það mjög óhagkvæmt líka í þokkabót. Þetta samanburður hægt því ég þekki þetta í Kópavogsbæ. Já, það allt miðlægt í Kópavogsbæ en það gríðarlegur hagræðing að vera ekki að dreifa þessu kostnaði út allt. Það er samningsvaldið gagnvart byrgjunum. Miklu betra, við erum með öll símamál, við erum með öll netmál og allan rekstur og öllum búnaði í einni deild. Þannig að þetta mjög samanburðarhæft. En nú eru þið búin að vera öll út á örkinni að tala við kjósendur. Þegar kemur að rekstri borgarinnar, hvað það sem að skiptir fólki máli, sem að snertir það? Hvað skynjið þið að fólk sé að kalla eftir? Og nú má bara eitthvað grípa orðið. Breyttum samgöngum. Samgöngur eru stórmál í borginni og skipulagsmálin eru fólki mjög hátt byggt. Fólk talar bara að það sitji í biðröð á ákveðnum stöðum á ákveðnum tímum og ástæðuna má rekja til þess að núverandi meirihluti hefur lokað endalaust af aðreinum, fráreinum, gert götur einbíla í staðinn fyrir tvíbíla og annað slíkt og út frá þessu skapast umferð, það alveg ljóst, það hefur ég held að það tekið 16 ár síðan að Vegagerðin var tilbúin að gera mislæg gatnamót á bústæði við Reykjanesbraut, þau hefur ekki ennþá sést og ekki verið vilji fyrir því. Það eru ótal samgöngu úrbætur sem hægt að gera í bænum, aðrar heldur en að loka öllu því sem lokað hefur verið og fleyta þessari umferð betur áfram. Okay. Og hvað sjáu þið helst fyrir ykkur það? Við sjáum fyrir okkur að forgangsraða, koma þessu beint í, til dæmis var ég í morgun og beið í biðröð við Sprengisand í örugglega 15 mínútur frá því að koma ofan úr Breiðholti og niður, ég keyri þar mjög sjaldan. En ég gerði það í morgun til þess að átta mig á því hvað var í gangi og mislæg gatnamóta þar myndu fleyta þessari umferð verulega áfram og auðvitað þarf þá kannski göng við Sæbraut að koma inn og göng á Miklubraut. En þetta svona einföld atriði og ég held bara sveimir þá að við þurfum að fara að kalla á svona 3 færeyinga til þess bara að átta sig á því hvað þetta einfalt. Ég sammála að í þessari kosningabaráttu þegar við hittum fólk að mikið sem þau tala eru einmitt þetta. Það eru bílastæðamál og samgöngur og leikskólamál og sorphirðumál og að þetta séu kosningamál aftur og aftur eitthvað þrætu epli. Það alveg ótrúlegt að það sé ekki búið að laga þessa hluti almennilega. Við þurfum einhvern veginn að fá lausn núna. Þessi flokkar sem hafa verið undanfarin áratug, þeir hafa ekki viljað leysa málin til núna, bráðavanda sem núna. Og það bara eins og með leikskólan. Þeir vilja ekki leysa bráðavandan, en þeir vilja hugsa hann eitthvað fram í tíman, það þýðir það að hann ekkert að leysast, það verður áfram kosningamál. Hefur flokkur fólksins ekkert náð að hafa áhrif á þetta í núverandi meirihluta? Nei, við erum búin að vera í meirihluta núna í 15 mánuði sirka og við fórum inn með ákveðin mál, við náðum þeim í gegn. Þannig að við erum svona svolítið búin að kannski vera að halda uppi þessu meirihluta en við náðum okkar málum í gegn og það væru til dæmis ekkert verið að ræða þessi húsnæðismál nema fyrir flokk fólksins. Við náðum, við eigum algjörlega skuldlaust þessi áform Úlfarsárdalinn. Já, við erum reynda við erum sammála það. Við settum þetta í algjöran forgang og það var ekki einu sinni byrjað að ræða þetta ef við höfum ekki komið þarna inn með það. Og þetta einn bráðasti vandi í sveitarfélaginu. Að það íbúðir, það vantar íbúðir. Við erum að ganga Úlfarsárdal þar, við erum að ganga of mikla þéttingu þar af því við Píratar við viljum mannvanabyggð.
við viljum græna byggð, við viljum það sem fólk getur átt svæði og getur hist og notið lífsins saman, þannig að við þurfum að passa upp á gæðin. Og þessin lykilatriði borgarhönnunarstefna sem Píratar við komum loksins í gegn eftir að hafa barast fyrir henni í gegnum 2 kjörtímabil sem hefði getað komið í veg fyrir hluti eins og græna gímaldið, að það sem hugað af birtu, loftgæðum, hljóðvist, félagslega rýmunum, grænusvæðanum. Og það ótrúlega mikilvægt að við höldum áfram að leggja áherslu á þessi atriði og fylgjum eftir þessum ramma sem við erum búin að búa til og tökum líka hönnunina inn. Nú eru sem sagt arkitektar og bara hönnir að tala fyrir því að þau komi fyrr inn í ferilinn, inn í skipulagsferilinn. Það þannig sé galið að við skulum vera að selja lóðir og við vitum ekki hvað að fara að koma þar. Þannig að hönnunin á að koma á fyrstu stigum, þannig byggjum við og vitum hvernig borgin mun líta út og verður lífsgæða borg fyrir vikið. Ég er sammála því að fólk þarf samt þak yfir höfuðið, skilurðu, að við þurfum meira af félagslegu húsnæði, við þurfum ódýr og hagstæð húsnæði. Það verður ekki byggt með þéttingu byggðar. Þá höldum við áfram að byggja rándýrar íbúðir sem eru tómar í dag. Sko, ég ætla að grípa orðið með þéttingu, að því þétting og ekki þétting, þetta líka spurninga með mitt hvernig. Það hægt að vera með þéttingu þar sem þú tryggir nægilega hljóðvist, nægilega ljósgæði og græn svæði. Þétting í raun og veru bara að nýta plássið vel. En mér langar líka bara að grípa, það mjög mikið búið að vera að tala um samgöngur og skipulagsmálin og ég held að sé svona uppsafnaður pirringur út af forgangsröðun. Það verið að þrengja bílnum áður en að borgarlínan kemur. Við viljum frekar vera og kannski það bara of seint núna, en það þarf að leggja og líka bara í framtíðarplönum, leggja áherslu á hvað þarf að gerast fyrst. Þú vilt skapa jákvæðan hvata en fólk notar almenningssamgöngur, en þú verður eiginlega að gera það áður en þú byrjar að þrengja bílnum. Svipa og með þéttingu byggðar, það verið að byggja íbúðarhúsnæði, því það brýn þörf, það þarf að byggja meira húsnæði og það þarf að vera ógnadrifnum forsendum, því það eina leiðin þannig fólk komist inn á markaðinn og geti búið í leiguhúsnæði og þess að það sé bara geðveitt íþyngjandi húsnæðiskostnaður, en innviðirnir koma svo seint. Nei, sko, alveg eins og í Vogabyggðinni, búið að byggja Vogabyggðina og Vogaskólinn núna yfirfylltur, en Brúarskólinn kemur 2035. Þannig að þetta spurning þessa forgangsröðun. Ég held að fólk sé orðið smá bara svona pirrað á því og líka varðandi með samgöngumálin. Svo búið að tala um borgarlínuna í hversu mörg kjörtímabil. Það alltaf verið að tala um þetta. Þetta bara spurning og þess vegna tel ég vera mjög óábyrgt af sumum flokkum að vera komin á þann stað að vilja bara sláta þetta á borðinu af því við höfum beðið svo lengi. Það fullt af fólki sem vil nýta fjölbreyttar samgöngulausnir, hvort sem það almenningssamgöngur eða hjólastígar. Hjólastígarnir komu og fólki kom. Það sama mun gerast fyrir strætó. Það fullt af fólki sem vill nota strætó og vill nota þetta, sérstaklega líka sem valkost. En það verður að vera áræðanlegt og það verður að vera þannig að þú sérst ekki að tapa gífurlega miklum tíma með að vera á bílnum. Þess vegna vorum við að koma á samstarfi við verkalýðsfélaginu og ríki með innviðafélagi. Og innviðafélagi, þegar við brjótum upp ný hverfi, þá kemur innviðafélagi og byggir upp hverfið með allri þjónustu. Og það það sem eru okkar verkefni í dag, það sem við erum að gera í samstarfi við verkalýðsfélaginu og Mér langar að minnast á vöntun og lýðræði og samráði. Ég bý í Grafarvogi og hverju málinu á fætur öðru hefur ekkert samráð verið við íbúa. Hvorki varðandi Keldnahverfi, varðandi þéttinguna eða varðandi Sundagöngin eða Sundabrúna. Ég var valinn í að vera í íbúaráði Grafarvogs og við í íbúaráðinni við beittum okkur í ýmsum málum. Við fengum eiginlega aldrei svör, samt var þetta formlegur vettvangur skipaðar af borgarstjórn. Við fengum eiginlega aldrei svör við neinu af því sem við sendum inn. Og þetta þarf að laga. Ég talaði áðan að við viljum ganga lengra í lýðræðisátt. Við viljum bara hafa íbúaráð í hverju skólahverfi. Og það verður þá fulltrúar íbúarna gagnvart borgarstjórn. Það þarf að vera öflugra samtal. Við verðum að upplifa okkur sem hluta af þessu samfélagi. Það má ekki bara vera samtalið bara rétt fyrir kosningar og svo bara fara allir í borgarstjórn og tala bara ekkert við íbúa eftir það. Taka undir þetta varðandi lýðræði því ég tek undir þetta af því það traustið lítið. Það eitthvað 13% sem mælist. Og við getum gert betur og það sem við höfum verið að gera einmitt og við Píratar höfum bara harðast fyrir að fá auki fjármagn í lýðræðisverkefni. Það engin annar flokkur sem hefur verið að gera það. Það við sem við höfum verið að berast fyrir því. Og við höfum einfalda lýðræðisaðgerðina okkur núna og erum við komið með núna tillögu sem gengur út á það að fara inn í hvert hverfi á kjörtímabilinu og fara í djúpt samtal með íbúum þar sem að þau forgangsraða verkefnunum, þar sem þau vilja leggja áherslu á og við tengjum það bara beint við aðgerðir með gagnsæjum hætti og fjármagn. Og þetta lykilatriði að eiga þetta samtal í raunheimum í íbúum til þess að byggja upp traustið á ný.
Ég veit þetta er stefna Pírata og ég var mjög hrifinn af þessari stefnu en ég var með miklu vonbrigðum með framkvæmdina á síðasta ári að því ég var íbúðarráði í 3 ár en svo var það bara fellt niður í fyrra. Já, það er komin ný leið sem ekkert kom í staðinn. En þetta er ekkert í heila 1 ár. Hún er komið, það er búið að tilkynna hana. Mér er óskiljanlegt hvað þetta er allt æðislegt, samt er þetta skelfilegt, sko. Það er, eins og þú sagði sjálfur, það er engin ánægja með störf borgarinnar. Það er alveg klárt. Hvart sem ég kem þá segir fólk það verður að laga eitthvað. Það verður að laga þetta. Ég er bara ónaði, ég er fílað. En þið voru að ræða það, Guðmundur minn, að þið voru að státa ykkur af því að vera að fara að byggja í Höllum 3600 íbúðir á stað sem áttu að rísa 600 íbúðir. Þeir eru að 6-falda byggingamagni þar strax. Þetta er á byggið. Býttu, ekki bara. Þið ætlið að byggja þarna 10.000 íbúðir. Já, ekki bara á þessu svæði. Býttu, fara upp fyrir, ryðja burtu skóginum sem er fyrir ofan Úlfarsdal sem er gullfallegur og ég sé engan tilgang í því. Það er nóg til að eru byggingar. Tilgangurinn er að það vantar íbúðir. Ykkar er algjör. Það vantar ekkert svona margar íbúðir. Þið verðið bara að opna augun. Það er til nóga byggingalandi. Ég er búin að nefna Geldinganesi hér aftur og aftur. Það verður ekki gert nema Sundabraut komi fyrst. Nú, já. Þú veist það allt saman, ekki ég. Það eru 16.000 íbúðir á skipulagi fyrir næstu 10 ár samkvæmt húsnæðisáætlun. Það er bara ekki nóg. Og ef lítum til lengri tíma þá eru á hugmyndastígi og þróun og skipulagi 30.000 íbúðir. Það er ekkert annað sveitarfélag sem við byggt mikið á Reykjavík undanfarin ár. Við tala nú ekki varðandi félagslegt húsnæðis þar sem við berum upp í 80% hlutverk. En svo kemur annað vandamál sem ég langar að tala í þessum húsnæðismálum og meirihlutin á náttúrulega alla ábyrgð á því og það er verð, lóða og byggingakostnaður. Hann ræður ekki byggingakostnaðunum en sala eignanna í dag og fólk furðar sig á því af hverju það er að kaupa 100 fermetra íbúð á 90 til 100 milljónir. Ástæðan er svo að það eru konar kannski 30% af verði eignanna, kannski allt upp til 30 milljónir í verðlóðar og gjöld til borgarinnar og hönnunarkostnað þar sem að það gengur svona hægt að vinna með skipulagi borgarinnar og byggingafulltrúa. Þarna erum við að tala kannski hugsa ykkur þetta bara, ég sagði þetta í gær og ég ætla að segja þetta aftur, það er þetta að byggja hérna í næsta nágrenni við okkur í 50 km fjarlægð, það er þetta að byggja glæsilega lágreistabyggð fyrir 600.000 krónur á fermetrin. Í Reykjavík er bara ekki hægt annað en að byggja hana í einhverjum háum kumböldum fyrir 1 milljón á fermetrinn. Í dag eru yfir 2000 óseldar nýjar íbúðir í Reykjavík og byggingaverk taka til engja stund. Ég ætla að fá að skjóta inn í varðandi með þessa lóðastefnu og ég er sammála. Lóðaverð er allt of hátt og þetta er bara hluti af markaðunum. Við getum bara saman Þetta er hluti af markaðsvandanum af því að þetta er selt í útboði og þá fer það bara til hæst bjóðanda og þetta er leið sem borgin þarf til þess að fá ákveðna tekjur inn og þess vegna viljum við að borgin byrji að byggja sjálf, sé að selja á kostnaðarverð af því hún getur haldið þessu verði niðri og líka sé að leigja og mynda þannig tryggan tekjustopp en líka auðvitað þarf að hugsa skipulagsmálin en það er gífurlega mikil innviðaskuld og það þarf meira húsnæði og það að nota restin plássinu bara í lágreistabyggð mun ekki leysa vandann. HMS talar það vantar 12 til 15.000 íbúðir. Að byggja allt í lágreistabyggð leysir ekki þann vanda og það mun fólk verða eftir. Vitið það, horfiði á Vogana, eitt vel heppnaðasta hverfi sem ég hef séð ef þið skoðið Vogana. Þeir eru ágætlega skipulagðir, þannig fólk búið að búa allt sitt líf. Þannig eru stór háhýsi efst upp á hæðinni, skyggi á engan, nokkuð fallega en þann dag í dag eftir 60 eitthvað ár. Þannig eru lágreistbyggð, þannig eru einbýlishús, parhús, raðhús og allt það sem til er. Grafarvogur, þar sem eru 15 íbúðir á hektara, frábært hverfi. Það eru háhýsi, það eru ég er að tala um svona byggð, ég er ekki að tala um allt sé ein hæð. En mér langar aðeins að koma inn líka, að því að þú hefur talað mikið um það og ég er bara sammálaður. Það þarf einhvers staðar að fara að höggva á þennan hnút hvað íbúðaverð varðar og kostnað við byggingar. Það bæði lóðin en síðan er líka sett tvöföld álagning ofan á húsnæði, þannig þetta er líka bara varðandi. Ég held að byggingaverktaki sé svona almennt að taka 12-15% hagnað út úr eigninni eftir að hafa byggt hana. Það er svona held ég bara svona tölur sem ég heyri út um allan bæ. Ég hef ekki séð bókhaldi og ekki geta reiknað þetta út. En það ætti að vera hægt að byggja húsnæði og selja íbúð í Reykjavík fyrir 60 milljónir 100 fermetra. Og það er þá bara gert með svoköllu borgaríbúðum sem er svona nokkurn veginn unnið úr gömlu verkamanna íbúðunum hérna áður fyrr, að þá ætti fólki að geta keypt þessar íbúðir með við tekjur á ákveðnu verði í stað þess að senda allir út af leigumarkaðinn þar sem að 90% af
íbúum Reykjavíkur vilja Verkamannabústaðakerfið var upprunalega til leigu og það eyðilagðist þegar það fór til kaupréttar. Af því það þarf að tryggja þetta framboð á móti og núna er einmitt Sjálfstæðisflokkurinn að tala að mögulega bjóða upp á það tækifæri varðandi félagsbústaði og það mun eyðileggja það kerfi líka. Það er bara fólk sem er ekki þeirri stöðu að geta keypt sér íbúð, fullt af fólki, ungt fólk, tekjuminna fólk, innflytjendur oft. Það verður að tryggja öllum húsnæðisöryggi og leiguhúsnæði er leið í því en hún verður að vera viðráðanleg. Veistu að við erum svo mikið sammála að hálfa væri nóg. Ingimar, við funduðum með arkitektum og hönnuðum núna í panel og í þessu ferli núna bara, þá erum við að hlusta, við erum að læra og það kom alveg skýrt fram hvað borgin getur gert. Borgin getur lagað ferlana sína. Ferlarnir eru bara að þeirra sögn, bara ónýtir. Þeir valda því að hönnuðir þurfa endalaust að vera í sambandi við skipulagið hjá borginni með ærnum tilkostnaði. Og þetta þýðir það að þeir þurfa að borga fyrir lóðina fyrirfram, áður en allt þetta ferli það byrjar að vera vaxtaberandi. Við erum mikið ferlafólk í mínum frambóði og ég teiknaði ferla og við erum með sömu skoðunar og Pírata. Það þarf að beita gervigreind í ferlanum og auka skilvirkni í ferlana. En þarna bara svona, eins og bara sé engin áhuga að laga þennan feril. Því þetta augljóst að það þarf að laga þetta. Og í rauninni skiljum við ekki akkur ekki löngu búið að því. Og ég veit að starfsmenn eru til í það. Það þarf að samþykja borgarstjórnar í svona mikla breytingar. En það þarf að gangi þetta bara sem fyrst. En það þarf líka auki samstarfi óhagnaðardrifin húsnæðisfélög. Við þurfum að tryggja það og við þurfum að koma í veg fyrir lóðabrask og við þurfum að hætta að gefa út ný leyfi fyrir Airbnb gististaði, þannig að það er margt sem þarf að gera og hægt að gera strax. Við þurfum jafnvel að setja einhvers konar tóma íbúðaskatt þannig að íbúðunum sé komið út, þannig að til að laga, það er ekkert eðlilegt við það að einn eða tveir fjárfestar geta keypt 80% af öllum 2-3 herbergja íbúðum í bænum. Og það sem að gerast, jafnvel þóttu sem að byggja svona mikið, að fjárfestarnir að sópa upp 80% af byggingum. Fólk borgar 70% af laununum sínum í leigu, þetta bara gengur ekki upp, við að sjá allir. En ég tek alveg undir það sem búið að koma fram varandi ferlana og semsagt varandi óhagnaðardrifna uppbyggingu. Og það eru vissulega tækifæri og við höfum meðal annars verið að raða byggingaferilinn semsagt og núna í dag eru 85% þeirra byggingar aðila sem að nýta þann feril ánægðir með þann feril. En af mörguleyti er þetta að gera mun betur af því áður fyrr þá voru byggingar aðila að fara út allan bæ og sækjast eftir undirskriftum og stimplun og teikningum og þess áttar. En þannig eru við búin að stytta biðtíma alveg töluvert fyrir þess aðila og líka í raun og veru búin að minnka heimsóknir í þjónustöðuborgarinum 50% sem losar En þannig við þurfum síðan að fara betur inn í sviðin og ferlana þar og það er nákvæmlega það sem ég var að koma inn áðan varðandi hönnun og ég held við séum alveg á sömu línu Ingimar og við höfum verið að tala við sömu arkitekta líka að við þurfum að koma því fyrir inn í felin til þess að tryggja þessa gæða uppbyggingu og líka sem voru að koma inn áðan varðandi þéttinguna ef við ætlum að fara of dreifbýlt. Reykjavík er mjög dreifbýl borg í samanburði við aðra borgir. En á mörgu leyti þurfum við að huga betur eins og M22 svæðinu. Við þurfum að huga betur að tryggja það að náttúran blæði ekki fyrir það. Við þurfum að tryggja þessi félagslegu rými. Við erum að gangi gegnum tíma þar sem að athyglishaðkerfið sem síminn okkar, hann að stela æsku barnanna okkar, hann að stela okkar hlutverki sem foreldra þar sem við erum í baráttum ykkur skjátíma. Þess vegna þurfum að fá unga fólki með okkur í þessa uppbyggingu, hvernig við getum gert borgina aðlaðandi, aðsóknarverða, skemmtilegra fyrir unga fólki þannig að það sæki meir í borgina og byggja hana með okkur. Og þar kemur líka þá inn á einmitt samtalið og lýðræðið sem við þurfum að standa okkur mun betur í að þannig eru þvílík tækifæri varðandi húsnæðisuppbygginguna líka að taka unga fólki með inn í samtali hvernig þau sjá það fyrir sér og höfum við Pírata meðal annars verið að stuðla fjölbreytni í húsnæðisuppbyggingu þar sem við erum ídöndi kjarnasamfélög meðal annars og Hlemmi og í Breiðholti þar sem að fólk tekur þátt í hönnunarsamkeppni, hanna sín eigin einbýlishús á þessum svæðum og deilir rýmum sín á milli eins og þau vilja. Þannig að þau ekkert endilega bara að deila þvotthúsi, þau geta verið að deila líkamsræktaraðstöðu eða hverju sem að þeim hentar og við þurfum að hugsa meira út fyrir boxið og vera skapandi í lausnum. Ég vil aðeins bæta við þetta að því hönnur og arkitektar bentu líka á það að þessi forræðishyggja sem í hjá borginni í dag
með mjög þröng skilyrði varðandi nýtingu hefur gert það að verkum að arkitektar og hönnuðir hafa verið að skapa hér lélegt húsnæði og þeir bara sögðu það, við erum ekki að skapa gæða húsnæði fyrir framtíðina og þetta snýra birtuskilyrðum í íbúðum og þetta snýra þetta líka. Og þeir eru ekki sáttir. Þeir finnst þeir vera þvingaðir í að hanna lélegt húsnæði fyrir borgarbúa. Borgarhönnunarstefna er svona ótrúlega mikilvægt plagg og eins og ég nefnt áður í panel, þetta er eitt mikilvægasta plagg borgarinn í dag og við þurfum að tryggja að þau sem ná hér inn, að þau fylgi því eftir að því að þetta snýra lífsgæðum íbúa til framtíðar að huga birtu, loftgæðum, hljóðvist, félagslegu rými og grænu svæðunum í kringum húsnæðin okkar. Herru, þá spurning hvort við færum okkur aðeins yfir í samgöngumálin sem ég veit að við erum aðeins búin að koma inn á. Já, en við erum spennt fyrir að ræða frekar. Þeir sem eru hlynnt borgarlínunni og sem vilja sjá henni óbreyttri mynd, svona eins og útfærslunum sem Suðurlandsbraut, er það eitthvað sem þið viljið bara hafa í þeirri óbreyttri mynd sem að eins og lagt upp með eða tilbúin að skoða einhverjar aðrar útfærslur? Sko, varðandi Suðurlandsbrautina, það þarf að gera sérakrein fyrir strætó. Það er ekki hægt að vera á Suðurlandsbrautinni í almenningssamgöngum á háana tíma af því maður festist bara alveg í umferðinni og það er ekki rými til þess að gera aðfráreina nema að gera bara eiginlega alveg það sama. Nema bara að þetta er miðsett þannig að þetta sé ekki bundið við aðfráreinar. Miklu fleira fólk hefur áhyggjur varðandi einmitt eins og atvinnuhúsnæði en það er mjög erfitt að komast að Suðurlandsbraut hjólandi eða gangandi nú þegar. Það er erfitt að komast með almenningssamgöngum þannig það skapar í raun og veru bara aukinn hvata í að vera að sækjast meira í Suðurlandsbrautina af því að það er nú þegar mjög erfitt að finna stæði og fólk mun nota aðrar leiðir til þess að komast þarna og síðan er líka bara einmitt, þú hafðir talað um þetta varðandi bara að hafa bílakennara líka. En það er alveg þokkalega mikið pláss þarna, er ekki hægt að bæta við sérakrein fyrir almenningssamgöngur og hafa hjólabrautir án þess að þrengja Suðurlandsbrautina. Nú hafa íbúar Laugardals verið að kvarta undan því að umferðartafir á Suðurlandsbraut og á Sæbraut séu þess valdandi að umferðin sé að koma inn í hverfið hjá skólunum, leikskólum, hjá börnum fólks í hverfinu. Er ekki hægt á að þrenging muni gera það og hafa þær áhrif að slík umferð aukist inn í hverfinu? Þannig við færum umferðinni bara þá á kannski svæði sem við viljum alls ekki fá hana. Við erum mikla skoðunar á þessu að það er bara skrítið að fara í þetta skipulag. Við erum búin að tala við eigendur og fyrirtækja þarna á Suðurlandsbrautinni og þeir eru bara að lenda í því að það vill engin leika hjá þeim. Það er ekki hægt að selja húsnæði þarna. Þetta er bara eiginlega hálfgerð eignar upptaka að það vera að eyðileggja þetta svæði. Auðvitað á að færa skipulagið aðeins utar og leyfa 2 akreinum að vera og ganga ekki svona mikið á bílastæði. Auðvitað á að breyta þessu og mér finnst bara skrítið að ætla sér að valta svona yfir þennan stóra hóp sem þarna er með rekstur og eyðileggja þetta hverfi og sama gildir með Höfðann, Ártúnshöfðann, það sama gildir þar, það er ekki búið að ganga frá lóðasamningum þar og fólk er að missa, þetta eru lítil fjölskyldufyrirtæki, einyrkjar, borgin bara segja við þau, þið verður bara taka og þið verður meira að segja borga fyrir niðurrif. Þið fáðu ekki neitt fyrir húsnæði og borga fyrir niðurrif. Það er ekki rými á Suðurlandsbrautinni að halda öllum bílastæðunum og halda 2 akreinum báðum megin og bæta við sérakrein fyrir strætó og hjóla og göngustíga. Þetta er spurning fólksins og þetta er spurning um fjölbreytileika. Það eru fjöldifunda búin að eiga sér stað og ég veit að það eru allan 15 með atvinnulífinu á þessu svæði. Það bætast við 60 til 70 bílar umferð hverjum degi. Mér finnst þetta eiginlega bara að vera alveg, ég veit ekki hvað orði ég á nota varðandi Suðurlandsbrautina. Þetta skulle vera orðið kosningamál. Við erum að tala um einhver 10% bílastæði sem er verið að berjast þannig. Við erum að fara inn í nýja tíma. Það er margt að breytast, sjálfkeyrandi tækni, netverslun og svo framvegis. Þannig að verslun er að breytast líka, við skulum ekki gleyma því. Bílastæðahús, það verður hægt að byggja 8 bílastæðahús bak við á Suðurlandsbrautinni. Það er tækifæri því. Þannig að það er ekkert mál að fá þessi stæði tilbaka ef það er vilji fyrir því. Í öðru lagi, sérakreinar á borgarlínu eru ótrúlega mikilvægar til þess að tryggja áreiðanleika kerfisins. Í öðru lagi geta þær verið þá staður sem við innleiðum sjálfkeyrandi tækni í borgarlandinu og hugsið þetta þannig að þarna getur verið sjálfkeyrandi vagnar, getur líka verið sjálfkeyrandi minni deilivagnar og sjálfkeyrandi bílar af því við þurfum að skapa afmarkarými og öryggi í kringum það af því það er svo margt sem á eftir að útkljá varðandi lagaramma
og siðferðislegar spurningar. Þannig að þá geti verið önnur umferð sem deilist þar en líka og við erum að tala 5-7.000 bílar samkvæmt spálíkonum sem fara færri þannig á sólarhring þegar borgarlínan er komin, 5-7.000 og 20.000 fleiri með almenningssamgöngum. Þannig að tökum inn í myndina hvaða breytingar er þess að stað, horfum aðeins tökum röðsynni frá og horfum til framtíðar að því líka Sæbrautastokkur og miklu annar brautajargöng, þau munu taka ákveðna umferð til sín líka. Þannig að ekki gleyma þessum þáttum, hvernig framtíðin er að fara að breyta hlutum og líka bara varandi setakynslóðina, unga fólki okkar, unglinga og upp í 25 ára, hvernig eru þau að haga sinni verslun í dag? Lof mér að klára. Þau eru að haga sinni verslun í dag þannig þau eru að versla á netinu í gegnum samfélagsmiðla og í gegnum leiki og þau eru að fara að versla í auknum mæli í gegnum sýndarumhverfi. Og þess er svo mikilvægt að við gerum umhverfið okkar mannvænna og grænna og aðlaðandi fyrir fólk þannig að það vilji koma og njóta þess. En kannski það sem við vorum að reyna að ná fram hérna eru þið sveigjanleg í einhverjum útfærslum, Suðurlandsbrautin er eitt dæmi en það eru fleiri. Þetta er eitthvað þar sem er skýr átakalína og maður veltir í fyrir sér ef að kemur til meirihluta viðræðna, er hægt að semja við ykkur, Guðmundur Ingi er búinn að gefa það til kynna að hann sé sveigjanlegur í hvað útfærslu varðar, en eru þið bara algjörlega áfram skipulagið eins og er núna eða er þetta eitthvað sem Þess vegna sagði ég já að mestu leyti til, af því þetta er ferli, það koma upp nýjir hlutir á hverju stigi í ferlinu og maður þarf alltaf að vera sveigjanlegur opinn hug, en allavega, ég sitt líka bara utan kerfisins akkurat núna, en af því sem að ég hef séð, þetta er líka bara spurning, við þurfum að byrja á þessu. Bara löngu orðið tímabært. Tek undir það árinu 2026. Fyrir þá sem að eru hart nei gegn borgarlínu, er það borgarlínan, er það samgöngusáttmálinn í heild sinni, hversu langt? Á ég taka því reyndi að grípa orðið hérna. Sko, við erum mjög fylgjandi almenningssamgöngum, auðvitað góðum og við viljum gera mest í því. Það þýðir ekki að þurfa að ganga á rétt einkabílsins. Almenningssamgöngur, allir þessi bílar sem eru að koma, þeir munu koma að hluta til þrátt fyrir almenningssamgöngur. Þannig að það þýðir ekki bara að taka akbrautar af einkabílnum, það þarf bara að bæta þessu við, þetta á að vera viðbót, fyrst og fremst. Og reyna að hanna þetta þannig að þetta sé viðbót. Viltu þá taka af Laugardalnum meira svæði? Já, ok. Það er algjörlega á mótfallin, grænu svæðinu. Það er ekki hægt, það verður líka gæta jafnræðis gagnvart þeir sem eru með rekstur þarna. Algjörlega, sko. Óskiljanlegt að þið vilji taka, passa upp á græna svæði í Laugardalnum, en þið rífið öll græn svæði sem sjáuð borgina, nú er þetta meirihluti. Ég bý til dæmis í Safamýri eða Starmýri, þarna hotninu Háholtsbraut og Starmýri er búin að vera stór túnblettur sem að gerði hverfið svolítið opið, verslunarmiðstöðuna sjáanlega og fólk að kyrta þessu gatnamótum á þess að þurfa að ligga að labba út í bílnum og kíkja hvort það var að koma bílar eða eitthvað, eða gangandi vegfarendur. Þetta finnst ykkur ekkert mál að loka, en svo þegar kemur að Laugardalnum þá er allt heila. Auðvitað á bara að breikka þessa línu aðeins út Laugardalinn og við erum bara fylgjandi því að það verði strætó og frítt í strætó og þessi strætisvagnar, þessi starri strætisvagnar, þeir gangi bara eftir ekki miðjusettum akreinum, heldur utan settum akreinum. En málið er og hættan ykkar. Það tryggir ekki áreiðanleika, það tryggir Jú. Nei, það er samkvæmt helstu samgöngusérfræðingum, hérlendis og erlendis, það er bara ósatt sem móti að segja. Það tryggir ekki áreiðanleika. Þú lifir árinu 2026, þú talar ekki þú er búin að tala næstum því allan tíman, sko. Gjörðu svo vel. Ég ætla að segja, þú lifir árinu 2026. Þú manna best þekkir það, hvaða breytingar eru framöndan kannski næstu 4 árin. Við veitum ekkert hvar við stöndum eftir ár í gervigreindamálum og öðru slíku. Ég er bara þess fullviss og fullt af fólki að núti sem er ósammála þér og segir, ég held við ættum að hold our horses með þessa 600 milljarða sem að þessi framkvæmd mun kosta, þó ykkar áætlun segir þetta 160, en menn eru nú farnir að kýtla við 300. Og ég segi 600. En hvað kostar rekstur einkabílsins? Ég meina 15-20% heimansbókaldi fólk. Við erum bílaþjóð, fólk vill reka bíli sinn. 50% fólki sem er á bíl í dag vill annað samgöngumáta.
Þannig að við getum ekki sagt bara sem bílaþjóð að fólk sé ekki tilbúið til að breyta til. Þetta verkefni með borgarlínu, þetta auðvitað risastórt, en þeir sem stjórna þessu verkefni, þeim hefur mistekist að byggja upp traust almennings á þessu verkefni. Það alveg ljóst og almenningur á móti breytingum á Suðurlandsbraut eins og það sett upp. Það held ég að sé alveg ljóst. Við viljum breytingar á Suðurlandsbraut. Af hverju ekki fleiri útfærslur af Suðurlandsbraut til dæmis í þessu verkefni? Og annað, af hverju, af því að þú segir að það sé hægt að byggja svona og svona mikið af bílastæðum eða bílastæðahúsum. Ég meina, af hverju ekki búið að semja við eigendur það og fá sátt hjá þeim vegna þess að það á að taka af þeim og láta ekki hafa neitt í staðinn. Það staðan í dag. Þess vegna eru þeir svo óánægðir. Ég óttast líka talið varðandi einkabílinn og mikilvægt hans og halda í vegakerfið og stækka það statt og stöðugt að því eins og staðan í dag þá eru 60-70 bílar að bætast í umferðinni. Það er töluleg staðreynd. Ef við stækkum alltaf vegakerfið okkar, hvað gerist? Kristín, þetta er rangt. Kristín, þetta er rangt. 60-70 bílar bætast við landið allt. Nei, þetta er samkvæmt tölum frá Samgöngustofu eru 63 pluss bílar samkvæmt Samgöngustofu á höfuðborgarsvæðinu. Ég var að skoða þetta. Við langar aðeins að varpa einu hérna fram. Er borgarlínan að fara að henta fyrir fjölskyldufólk, fólk með börn sem þarf að koma börnum á leikskóla, í tómstundir, skóla og hvað eina, vinnur hér, býr hér, leikskóli þar. Það er alltaf ákveðin hópur fólks. Ég get allavega ekki séð sviðsmynd fyrir mér sem að mun þurfa á einkabílnum að halda, minnstakosti á ákveðnum tímabilum í lífi sínu, fyrir utan þá sem að velja það. Þarf ekki líka að hugsa þennan hóp og mæta hans þörfum. Að sjálfsög, ég meina ég á bíl og ég elska bílinn minn og ég á 2 börn, en ég vil fjölbreytta samgöngulausnir. Og það sem að gerast að við getum blandað ýmsum samgöngulausnum eftir því hvað hentar hverju sinni. Og það er náttúrulega þannig að það eru 50% þeirra sem eru núna á bíl vilja aðrar samgöngulausnir. Og við þurfum að hugsa og hlusta á þær raddir og þess vegna þurfum að bregðast við. Og tíminn er líka að breytast, þannig að við þurfum að mæta því og við höfum bara séð það varðandi hjóleiðinviðina okkar sem við margsinnis komið inn á. Í Pírata hafa þeir þrefaldast og hvað gerist? Þreföld aukning í þeim sem hjóla. Hefðum við viljað að þetta fólk, allt sem að hjóla í dag, væri í umferðinni líka? Þannig að við þurfum fjölbreyttar lausnir og borgarlína er áreiðanlega lausn. Hún verður áreiðanlega heldur bílinn og komast á milli ATP fyrir fólk og ég full að trúa því að við munum hækka þessi 4% þeirra sem nota strætó þetta upp í mun meira þegar borgarlína. Á að gera það án þess að þrengja að fjölskyldubílnum. Ég vil hrósa núverandi meirihluta fyrir hjólastíga. Það er bara vel gert mál. Málið er munurinn á því verkefni og almenningssamgönguverkefninu núna er sá að það var viðbót í flestum tilfellum. Og ég hjóla mikið og það er æðislegt að hjóla í dag. Maður getur hjóla bara út á frá staðarhverfinu afhlaðið niður í Vesturbæ og út á Nes og bara hjólastígum. Þetta er bara, ég rauninni staða miklu betri hjólastígum heldur en í almenningssamgöngum í dag. Á þeim nótum má ég grípa örstutt. Mér langar bara að segja að grípa að stærsta samgönguvandamálið er einmitt að fólk er að sækja vinnu og leikskóla langt utan hverfa og það er eitthvað sem þarf að huga í þarna áframhaldandi skipulagsmálum en líka af því að þessar kosningar hafa mjög mikið snúist samgöngur og ég tel að vera mjög margir aðrir hlutir sem eru brýnni en þetta er alltaf svona skipt í tvennt. Þetta er líka spurning valkost, ekki á milli mismunandi lífstíls að vera alltaf á einkabílum eða alltaf í almenningssamgöngum. Þetta er spurning dreifingu. Fullt af fólki myndi nota frekar almenningssamgöngur úr vinnu sem er bein leið en nýta síðan kannski bílinn ef þau eru að fara einhvers staðar lengri í burtu eða er að fara að útrétta. Þetta er spurning valkost og að draga úr umferðar á háannatímum, sérstaklega. Ég held að séu bara allir sammála þetta. En það eru bara útfærslan er bara mismunandi. Við viljum bara aðra 2013 var gerð könnun á því hversu margir notuðu almenningssamgöngur. Það voru 4%. Þið kannist vonandi við það. Þetta var svo örstutt, við þurfum bara að komast í auðlýsingarhlé. Þá ákvað ríkið að setja milljarð með strætó árlega til þess að auka gildi hans. 2018 var gáð að því hvernig þetta hefði tekist. Það voru 3,6% að nota strætó. Og hvað hefur farið mikið uppbygging á einkabílum, vegakerfinu, heilbrigðis- og umferðareftirliti? Við þökkum ykkur fyrir í bili, við sjáumst eftir augnablik fyrir geðu Kristinn. Ekkert mál.
Herragarðurinn klæðir þig vel. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 og í öllum verslunum Bíkó. Bílrúður, bílrúðuskipti og bílrúðu viðgerðir. Við hjá Poulsen skiptum eða gerum við framrúðuna fyrir þig. Bókað tíma hjá poulsen.is. Hraði, öryggi, þjónusta. Þú getur meira með símanum. Jæja, verið velkomin aftur. Nú ætlum við að taka smá svona útúrdúr frá þessum hefðbundnu sveitarstjórnarmála spurningum. Já. Og ég ætla að leyfa henni Andreu að Það er mjög viðeigandi af því að ykkur hafa talað um að þetta þvælist fyrir í sveitarstjórnarumræðunni. Já, Við látum þetta þvælast fyrir hér líka. Það er hin umdeilda þingsályktunartillaga Evrópusambandið, eða sem sagt aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Það hefur svona verið rætt það að þessi svona tímasetning á þessari þingsályktunartillögu hafi verið að þvælast fyrir að frambjóðendur séu jafnvel að lenda í því að kjósendur séu meira að pæla í þessu, umfjöllun í fjölmiðlum með meira þetta. Ef við göngum bara svona á línuna og stutt svör, hver hefur ykkar upplifun verið af þessari tímasetningu, og það væri líka gaman að heyra hver ykkar afstaða? Viljið þið, eða munið þið segja já? 29. ágúst er framferð sem horfir. Ingimar, byrjum á þér. Til að byrja með þá tel ég þetta óheppileg tímasetning. Við hefðum viljað eiga sviðið í sveitarstjórnunum. Varðandi hvort ég myndi segja já, það er akkurat ég myndi auðvitað vilja skoða öll gögn málsins eins og aðrir íbúar. Og það er bara okkar stefna. Við þurfum að safna gögnunum fram og taka síðan rökfasta ákvörðun. Þú segir já í ágúst. Ég segi að það sé eðlilegt að spyrja þjóðina, en þetta er óheppileg tímasetning að fara með þetta að staða núna. Og það er jafnvel sumir að hafa bent á að þetta geti verið að reyna að hafa áhrif á sveitarstjórnarkosningar, sem er ekki heppilegt. Já, Guðmundur Ingi. Já, ég hef enga skoðun á þessari tímasetningu. Ég veit ekkert hvort þú sé slæm eða góð eða sé að taka sviðið eða þannig. Mér finnst ekki. Ég held að sé nægur tími eftir þessar kosningar til að fara að huga að næstu. Já, flokkur fólksins vill að þjóðin fá að velja og fá að skoða í pakkan. Þannig að Ef henni hugnast svo. Ef þannig hugnast, já, klárlega. Þannig þú segir já. Ég vil fá að sjá. Ég meina, maður semur ekki við neitt eða segir nei eða já nema þú vitir, veist, hvað málið er. Þannig að það er bara eðlilegt. Já, annað er bara, held ég, rugl. Herðu, við segjum nei. Við viljum ekkert Evrópusamband til Íslands. Við teljum að sé ekkert í þessum pakka og við teljum svo sem ekkert að þessi tímasetning hafi haft áhrif á þessar kosningar. Það er nógu tími til að kynna sér þessi mál sem þarf lítið að kynna sér, því að það er ekkert í pakkanum. Ég get sagt þetta hér og nú. Þú fer bara og en þú veist það ekki, þú veist það ekki. Ég veit allt það, þú getur skoðað all hinlöndin og þau lönd sem er í þessu. Silja. Ég get tekið undir að þetta er óheppileg tímasetning. Þetta skyggir auðvitað yfir sveitarstjórnarkosningunum og ég held að það sé líka bara myndast smá svona pólitísk þreyta líka bara á almenninga, því að maður vill ná að kynna sér efnin mjög vel áður en maður tekur ykkur ákvörðun, hvort það sé sveitarstjórnarkosningarnar sem er núna í maí eða þjóðaratkvæðagreiðslan í ágúst. Það er leiðilegt að sumar að sé að fara í þetta en ég vona bara að þetta er að fara að vera raunverulega upplýsandi málflutningur, rök fyrir báðum og líka bara að þetta er ekki hægri vinstri issue, þetta er bara þverpólitískt og ég vona bara að það verður mjög upplýsandi ákvörðunartaka. Mér finnst sjálfsagt að þjóðin kýsum þetta, mér finnst tímasetningin óheppileg. Þú veist, eins og sósíalistaflokkurinn mun þurfa að taka, þú veist, afgerandi afstöðu þegar hann er dregur, en bara öll orkan er náttúrulega að fara í sveitarstjórnarkosningarnar og ég held að sé á við flesta flokka allavega sem sitja utan þings. Ert þú óákveðin þá varðandi hvort þú segir já eða nei í ágúst? Sko ég persónulega, ég myndi segja nei, einfaldlega bara af því að leið og aðildarviðræður byrjast þá hefst líka aðlögunarferli og það er margt í Evrópusambandinu sem að fer í raun og veru bara gegn því sem við viljum. Það er aukin einkavæðing á heilbrigðiskerfinu og það eru ýmsar svona markaðsreglur, innvistunum miklu erfiðari, þannig
skarast allavega á. En núna er ég bara að tala út frá mér. Þér persónulega, Kristinn? Já, við Píratar erum náttúrulega alltaf mjög hlynnt því að spyrja fólk og fara í þjóðaratkvæðagreiðslu málin. Varðandi núna næstu skref þá tel ég það bara mjög mikilvægt að við berum þetta undir fólk og persónulega mun ég vilja skoða frekar hvað í boði. Og þetta ekki eitthvað svo einfalt að við vitum hvað í pakkanum. Samningar eru vissulega mismunandi sem eru gerðir. Þannig að það ekki alveg eins og hefur komið hér fram. Takk fyrir það. Já, við höfum rætt ansi mikið húsnæðismál og samgöngur. Mikil tími farið í það, en spurning hvort við förum aðeins yfir í svona aðeins mýkri mál, eða maður þannig, leikskólamál. Grjóthörð mál. Já, sem það grjóthart líka, sko. Já, en öðruvísi samt, en já, það svona, þú veist, það verið ýmsar áskorunir verið í leikskólamálum í borginni síðustu misseri. Bæði erum við með langi biðlistar og það mikla húsnæði og það mönnunarvandi og ýmislegt svona sem hefur komið upp. Já. Þannig að, já, hvernig, kannski bara byrjum hérna á Silju. Reykjavíkurmódelið sem var verið að innleiða, hvernig, kannski tökum snúning á því, þetta leiðin, þetta að fara að leysa eitthvað eða þarf að gera hvað frekar? Já. Og svona 30 spurningar. Já. Ég brenn fyrir leikskólamálum, ég vann sjálf mjög lengi á leikskóla og það mjög margt sem þarf að gera í þessum málaflokki. Varðandi Reykjavíkurleiðina þá þetta ákveðin byrjun, held ég þetta leysi þetta? Nei. Það ekkert eitt að fara að leysa þetta vandamál. Við þurfum að fylgjast með hvernig þetta gengur. Þetta skapar samt ákveðin fyrirsjáanleika varðandi mönnunina sérstaklega, en það bara orðið nokkuð ljóst að þessi málaflokkur hefur verið látinn bíða allt og lengi. Sérstaklega hvað varðar viðhald og uppbyggingu húsnæðis. Það bara eitthvað sem þarf að ráðast helst bara strax í. Þetta hefur líka áhrif á bara heilsu og skýrir eflaust hluta til af veikindahlutfallinu að fólk að vinna í heilsuspillandi umhverfi og líka bara hefur áhrif á börnin. En við sósíalistar fyrir lengingu fæðingarorlofsins. Við teljum það vera miklu betri leið til þess að brúa þetta bil upp í 18 mánuði. Það miklu betra fyrir barnið. Börn nefnilega taugakerfið þeirra að myndast á þessum tíma og þau upplifa hvað mestan aðskilnaðarkvíða akkurat á þessu tímabili. Það miklu betra fyrir þau að vera hjá sínum nánustu. En síðan það líka bara varðandi mannekluna. Auðvitað þurfum við fleiri kennara og við þurfum að styðja undir að fá fleiri kennara inn, en það líka, demantur í ófaglærða fólkinu. Starfsmannaveltan nefnilega mest þar. Þeir eru á mjög lágum launum, margir upplifa bara framfærslu ótta, þannig það þarf að laga það og ég hlakka til samninga að hækka laun ófaglærðra. Við þurfum líka að tryggja undirbúningstíma þannig að þau hafi tíma til þess að stíga út úr aðstæðum, ná líka svona skipuleggja sig í hverju starfi. Ég held að allir í öllu störfum eiga rétt á að undirbúa sig líka og fá smá svona starfsþróun og það líka fengur í ófaglærða starfsfólkinu í að fá fleiri kennara. Ef fólki líður vel í vinnunni og fólk finnur að það að fá tækifæri til þess að blómstra í starfi, þá til dæmis miklu líklegri til þess að taka leikskólaprófna sem ákveðið ferli þar sem þú getur verið að læra leikskólakennaran á meðan þú ert að vinna. Þannig að við þurfum alltaf að horfa á þetta heildrænt en þessi málaflokkur hefur vissulega að bíða alltaf lengi og það margt sem þarf að gera. En svo heimgreiðslur, hver ykkar svona skoðun á þeim? Heimgreiðslur eru flóknar. Það alveg rétt að fylgja ekki sömu réttindi og fylgja lengingu fæðingarorlofsins. Og við viljum bara þrýsta á ríkið að koma því í gegn. Það miklu betra fyrirkomulag, tryggir líka miklu betra bara svona jafnræði á milli foreldra. En það kom mitt spurning í RÚV og ég held að það kom sömu óvart að við sögum smá sammála. Það þarf að passa rosalega vel upp á útfærsluna. En við þurfum samt líka bara að horfast í augu við það að það bil. Það brú sem þarf að einhvern veginn, gatinn þarf að brúa. Og margir hafa talað það, konur væri miklu líklegri til þess að taka þetta. Konur eru nú þegar miklu líklegri til þess að brúa þetta bil og það launalaust. Þannig ef eitthvað í réttri útfærslu gæti þetta verið ákveðin neyðaráðstöðun og skammtímalaust en við þurfum að þrýsta á að lengja fæðingarorlofið. Grípa orðið? Já, heyrðu, ég myndi vilja það. Kristín, ég var undan þér maður. Ekkert mál, gjörðu svo vel. Heyrðu, leikskólinn svona eitthvað sem að mér svolítið hugkvæmt því að ég nú lærður leikskólakennari. Þetta mót, já. Það áhugaverð starrend, ég bara verið að staldra við hana. Þetta módel sem í gangi núna, þetta nýja Reykjavíkurmódel sem hefur verið hugmyndinir að setja á, það segja mér leikskólastjórar að það séu cirka svona 30% foreldrar búin að sækja í þessu módeli sem afskaplega lítið á með hvað þetta á að bjarga miklu. Mönnun leikskólana náttúrulega hefur eiginlega verið verulegt vandamál alla tíð, en hún hefur aukist verulega. Ég held að það bara litið framhjá því að leikskólakennarar eiga að vera hærri launum. Aðstofafólk á að vera hærri launum. Ég sammála Silju í skipti númer 10.
Sko, við þurfum bara að taka þetta móti og ekki alltaf fara í auðveldasta kostinn að láta foreldrið vera í styttri vinnunni og og afa bjarga málunum eða eins og þú spurðir heimgreiðslur að halda fólkinu heima og borga því 250.000 á mánuði. Við vitum alveg hverjir verða heima. Það eru hóparnir sem síst skildu vera heima og börnin sem síst skildu þurfa að halda sig heima. Þannig að ég legg til að við reynum á þessu kjörtímabili að koma því við að börn geti hafið leikskólan 12 mánaða gömul. Að það sé hægt að lofa foreldrum því að innan þessa kjörtímabils þá geti börn farið á leikskóla 12 mánaða gömul. Við þurfum að gera það öðruvísi heldur en gert hefur verið. Við getum ekki byggt fleiri brákaborgir sem að í dag var verið að tala að væri enn og aftur stopp. Hún komin á 4 milljarð og við töluðum það í gær að hjá Elliða hérna í Ölfusinu að hann byggði hérna stórglæsilega leikskóla, stórglæsilegan, 80 barna leikskóla fyrir 700 milljónir. Brákaborg næstu í 5 sinnum. Við hefðum verið með 5 leikskóla í borginni ef að fólk hefði hugsað þessa leið og þetta þurfi ekki að vera monuments. Álftaborg timburbyggður leikskóli í Safamýri. Stórkostlega rekin, 75% kennarana háskólalærðir. Frábært starf. Hún samt aðeins að baksa í þessum mönnunarvanda vegna þess að það ekki bætt neinum fjármunum við reksturinn á meðan hversu börnin þurfa að vera lengi. Þannig að við þurfum bara að kafa hon í þetta og við þurfum að laga þetta og þetta ekkert mál. En við þurfum bara að gera það með fólkinu, ekki skammta því. Við þurfum bara að gera þessi leikskóla meira ábyrga. En sko, það reyndar, í þessum meirihluta sem núna, þá á dagskrá að öll 12 mánaða börn komist, ég held að sé núna bara eftir seinni part 27, það sé cirka 1,5 ár í það að öll 12 mánaða börn eiga að vera komin með blás. Það var líka sett fyrir síðustu kosningar, það átti að vera komið bara stutt eftir kosningar. Það var líka að hugsa börnin. Ég ætla einmitt að segja, ég svolítið sammála Silju, mér finnst þú mjög kjörkuð að koma með þetta og segja þetta vegna þess að þetta hefur ekki mátt segja hingað til. En ég svolítið í minni vinn að taka móti ungu fólki sem að kerfið hefur brugðist og leikskólarnir og grunnskólarnir og ég að sjá þetta mikið og það hægt að grípa miklu fyrr inn og ég hef verið að fara erlendis að skoða hvað verið að gera í öðrum löndum og þá einmitt svolítið lagt upp úr þessu að börnin séu ekki að byrja og snemma í skóla en hérna einhvern veginn bara strax 12 mánaða og ekki vera að hugsa andlega heilsu barnanna og ekki nóg með það heldur andlega heilsu bara starfsfólks og þar getum við gert miklu betur. Ég hef verið í samninganefnd Eflingar og trúnaðarráði í mörg ár og ég veit að borgin getur gert betur fyrir leikskólastarf og bæði varðandi starfsaðstæður og launakjör og þar verðum við að grípa inn og þar ætla ég að lofa. Ég ætla að taka heilsvarinn til það. En við þurfum að gera miklu meira. Við þurfum að leysa þennan bráðavanda samt sem í leikskólanum og við þurfum að byrja því að fólk sem að bíða eftir plássi að það fái heimgreiðslur meðan það að bíða. Við þurfum að niðurgreiðslur dagforeldra séu hærri. Við þurfum að opna leikskóla fyrir dagmæður. Við þurfum að vera með þennan systkinaafslátt. Reykjavíkurmódelið virðist vera að virka vel að þeir sem ég frétti. Ég meina við erum fullt af frambjóðendum hjá okkur sem eru með börn í leikskóla og það tala allir mjög vel um það og að spara peninga. Þannig að eitthvað að vera að gera rétt. Þannig að En ég ætla bara að taka undir með heimgreiðsluna. Við þurfum rosa mikið að passa upp á útfærsluna og vera með algjörlega, þannig að það sé bara skammtímalausn. En við þurfum að finna lausn á leikskólavandunum fyrir fullt og allt og það líka að leyfa stóru vinnustöðum að vera með leikskólaform alveg eins og einkaskólar. Það algjörlega brýtur bara jafnaðarstefnu Reykjavíkurborgar af því að það hleypur ákveðnum foreldrum inn bara fram fyrir röðina fyrir að vera að vinna ákveðnum stað í ákveðnum starfstéttum. En þeir geta verið með sama rekstrarfyrirkomulag og einkaskólar. En líka af því að þau vilja líka fá fjárhagsaðstoð frá borginni til þess að vera að byggja upp þessu skóla og reka. Borgin á bara að setja í forgrunn að vera að gera þetta sjálf. Já, en við þurfum að því að við erum ekki að ráða við verkefnið. Við erum ekki að ráða við verkefnið, þannig að við þurfum að leysa það núna, ekki til lengri tíma. Auðvitað þurfum að leysa það til lengri tíma. En það að heimila þetta opnar líka ákveðna gjá. Þetta mannesvandi. Mannesvandi. Ekki gleyma því. Þetta líka bara spurningum varðandi einmitt bara fyrir mikið. Ég ætla aðeins grípa inn í örstutt.
og síðan get ekki... Þú ert búin að tala rosalega mikið Nú er taka stjórnina Ég finnst bara skrítið að sé ekki búið að leysa þetta mál og það er bara absúrt að við séum bara að ræða þetta sé ekki í lagi. Í rauninni bendir það til að borgarstjórn hefur ekki litið á þessu forgangsverkefni. Ef þetta væri forgangsverkefni, þá væri þetta leyst. Við höllumst að því að það sé skynsamara að fara leið sem eru 6 tímar fríir. Af hverju? Það er út af því að ef þú gefur 6 tíma fría, þá leitast menn að taka bara 6 tíma og það minnkar álagið á leikskólanum. Þetta hefur gefist mjög vel í öðrum sveitarfélögum. Við erum líka hlynnt því að vera með heimgreiðslur sem valkost fyrir þá sem að geta nýtt sér það. Það er bara skrítið að neita fólki að fá að vera heima með börnunum sínum og fá kannski, þeir ættu í rauninni geta bara fengið svipaða upphæð og kostar að vera með barn í leikskóla. Minnst þetta að vera valkostur, sjálfsagður valkostur. Ég veit að það eru svona ákveðnar áherslur jafnrétti í þessu og maður skilur þær svo sem en ég held að verði bara að treysta fólki til að velja sjálft og ekki vera með svona rosalega forræðishyggju í öllum málum. Og ef við forgangsröðum þessu á næsta kjörtímabili, þá verður ekkert vandamál. Ég meina, það myndi engum dett í hug að banna 6 ára barni að fara í grunnskóla. Það er út af því að það er í forgangi að reka grunnskólakerfið. Þetta er ekki forgangsmál hjá borgarstjórn og við þurfum að breyta því. Þetta hefur sannarlega verið forgangsmál og þetta er miklu flóknara heldur en sem láta hér út. Af því í fyrsta lagi er þetta mannusvandi og það er vöntun á fólki í leikskólana. Og til þess að mæta því, og ég vil bara ítreka, þetta eru mikilvægastu árin í lífi barnanna okkar og það er ótrúlega mikilvægt að við mætum þeim vel á þessum árum. Af því það er líka sparnaður inn í kerfinu okkar síðan mér. Ég tek undir og hef sagt að margsinnis að við þurfum að lengja fæðingarorlofið. Við þurfum að lögbunda leikskólana. Þetta er lykilatriði að ríki komi hér inn og með ákveði fjármagn með okkur. Við þurfum líka að tryggja það hvernig við tökum utan leikskólakennara og fólk sem vinnur á leikskólum. Við þurfum að tryggja starfsaðstæður. Við viljum greiða niður líka nám þeirra, þannig að þeir getur stundað það á meðan að þeir eru að kenna. Við viljum mæta þeim þannig að þeir sem eru með annað móðurmál en íslensku, að þeir getur farið í íslensku kennslu þegar þeir eru á vinnutíma. Það eru svona atriði og mál sem við þurfum að tryggja. Af því þetta snýr að mannauðsmáli og við þurfum að skapa jákvæða hvata, þannig að við fáum fleiri leikskólakennara inn í kerfinu okkar og við skulum ekki gleyma því að það var líka hér í ríkisstjórn Sjálfstæðismanna, Vinstri grænna og Framsóknar sem var tekin ákvörðun varðandi leyfisbréfið þar sem að þá holaði leikskólana kennurum og þá fóru margir hverjir inn í grunnskólana og ég veit að það eru margir grunnskólakennara sem myndu frekar að vilja vinna innan leikskólakerfisins ef aðstæður verður betri og þeir getur sinnt faglega þættinum meira. Af því í dag er þetta þannig að leikskólakennarar þurfa að sinna faglega þættinum í yfirvinnu þegar þeir eru komin heim. Það eru þessar aðstæður sem þurfum að mæta og þarna þarf auki fjármagn og ríkið þarf að stíga inn að krafti með okkur hana af því að þetta er ríkismál og þetta er sparnaður inn í öll önnur kerfi hjá okkur líka. Örstuð spurning, Kristín, ertu ekki örugglega í meiri hluta í borgarstjórn? Ég er varaborgarfulltrúi og nýr oddviti Pírata, þannig að það Ég bara, það sem þú sagðir komið mjög óvart, sko, ef þetta væri búið að gera þetta og gengi þetta mjög vel. Ég skil ekki af hverju þetta hefur ekki verið gert. Af því ég nú er varaborgarfulltrúi. Nú ætlum við einmitt að Er hann búin að nota sína spurningu? Já, nú ætlum við einmitt að fara yfir í þann lið að leyfa frambjóðandum að spyrja hvern annan, sko, þannig að spurning hvort þetta var þín spurning eða Já, þetta var sko mín spurning. Ég vil sko fá svona svar við henni nokkuð meira heldur en að sé bara varafulltrúi vegna þess að þegar þú hefur einn í borgarstjórn og kemur einn varafulltrúi með. Við höfum vist alla stjórn. Þú starfar nokkurn veginn fullt starf í borgarstjórn og hefur þar lendi áhrif, er það ekki rétt? Í ákveðnum ráðum, jú, að hluta til, það er rétt. Og ættir að koma þínum hugmyndum til þíns aðila í borgarstjórn? Þetta var ein spurning og stutt spurning og stutt svar. Það að vera í 5 flokka meirihluta tekur alveg á og það er ekki allir sammála þar og Guðmundur veit það líka hvernig það er. Þannig að það er ekki sömu áherslur. Ég hef meðal annars sjálfur verið að tala fyrir réttindavörðum svona brúargreiðslum, ekki sem við hefðbundum heimgreiðslum, þar sem við erum að tryggja réttindi. Og það er ótrúlega mikilvægt eins og búið að koma hér fram að því staðan er svo að foreldrar eru heima með börnin sín þrátt fyrir allt og þar að leiðandi að tapa réttindum. Þannig að ef við tryggjum þau réttindi þá getum við verið skapandi í hugsun og reynt að mæta með þeim hætti en á sama tíma þá þurfum við að greina það hvaðan fjármagn á að koma og hvaðan tökum við það. Það
á það að fara af sem sagt uppbyggingu leikskóla? Nú verðum við að fara að, þið segja, þetta áttu að vera einn stutt spurning Já, og ok. svar. Þannig að þetta Það er komið með svar, ég Já, svarið er rauninni komið, þannig að nú er Sigfús búinn að nota sína spurningu og Kristín búinn að svara. Það er spurning hvort að þú, Kristín, taka næstu spurningu. Já, Silja, ég ætla að spyrja þig, fyrst þú ert hérna hliðina á mér. Já. Nú hafið þið talið mjög mikið fyrir investun. Já. Og það sem ég velti fyrir mér að því í huga okkar Pírata skiptir þetta rosalega miklu máli að rýna í gögn og meta hverju sinni hvað er hagkvæmt og hvað eykur gæði og hvað bætir þjónustu. Hafið þið að sé fyrir ykkur þegar þið talið investun á svo miklu leyti, hvaða kostar raun og veru fyrir kerfið og hversu mikið það getur þá bólnað út ef við investum að þessu miklu leyti? Já, það er augljóslega mikilvægt líka bara að fylgjast með framvindunni, en þetta er spurning líka hvernig við viljum byggja upp kerfið. Við viljum að við séum að skoða kerfið reglulega, en við viljum að það sé í raun og veru innanfrá. Þú veist, mjög gott dæmi Málbjörgunarstöðin Höfða sem er alltaf verið að tala og tala niður af því að þau eru alltaf í tapi, en það er bara af því að það fær ekki verkefnin frá borginni af því að þau eru í útboðsferli. Við viljum í raun og veru bara passa að almannafé fari í verkefni borgarinnar og við viljum vera að nýta þjónustuliðina sem best. Þú veist, það eru tækifæri á Málbjörgunarstöðinni varðandi frekari samgönguverkefni, það eru tækifæri líka varðandi að investa eftir snjómokstrinum, þú veist, að því fólk talar en hvað, þú veist, þau geti ekki malbikað á sumri til, eða vetri til. Það er hægt að finna einhverja leiðir þannig að kerfið sé sterkt, því við viljum passa að við séum að byggja upp fagþekkinguna inn í kerfinu. Þannig augljóslega þarf að rýna gögnin og augljóslega þarf að fylgjast með vel, en það er líka hægt að gera það innanfrá. Já, og þarf að greina lykilatriðana og byggja Ein spurning og svar. Gott spjall samt. Silja, þú mátt bara taka boltan og spyrja. Já, ég ætla að spyrja þá bara Ingimar, höldum við þessi svona dreifiði. Já. Þú talar mjög mikið gögnin varðandi eins og leikskólaleiðin og talar það 6 tíma fría. Það er leikskólaleiðin. Ertu búin að kynna þér Reykjavíkurleiðina? Já, ég er búinn að kynna mér hana og ég var svolítið hissa á að Reykjavíkurborg hefði farið þessa leið. Og ég var nú fylgdist með þessari aðferð að fara með 6 tíma ókeypis. Það hefur gengið mjög vel og gengið mjög vel í innleiðingu og leikskólastjórar hafa verið mjög ánægðir og íbúar hafa verið mjög ánægðir það sem þessi leið var farin. Þannig að með því að gefa 8 tíma gjaldfrjálsa þá ertu ekki að minnka þrýstinginn á leikskólakerfið. Þá er meiri freistni að bara vera allan tíman. Ég skil svo sem sjónarmið að þetta eigi að vera ókeypis fyrir flesta en þessi aðferð að gefa frítt 6 að það er góð leið til þess að minnka þrýstinginn á leikskólana og svo er það náttúrulega þannig og ég leysti þetta tæknilega þar sem þetta var í sveitarfélagi og að við erum með tekjutengingu á viðbótargjöldin. Þannig að þeir sem eru lágtekja, þeir fá viðbótargjöldin mjög lág. Það eru nefnilega 36 tímar og það er En minnum að þetta er ein spurning og stutt svar. Rétt. Ingimar, þú mátt taka boltan. Já, ég ætla að spyrja Silju. Ég líka. Já. Þú fara alveg. Brynja, þú færði þessi afmælisgjöf. Alltaf kunna vel við Silju. Þeir hitt hann fyrst í græna herbygginu í RÚV, frábær kona. Já. Spurningin mín er að svona varðandi viðhorf ykkar sósíalista varðandi rekstur. Já. Og hvort að þú telur að góður rekstur eigi til með að koma með að hjálpa borginni að spjara sig í öllum þeirra verkefnum og hvort þú hafir kynnt þér opið bókhald Reykjavíkurborgar og gallana sem er í því í dag? Varðandi rekstur, augljóslega þarf að rýna bara í gögnin og það er líka fullt af fróðu fólki sem er nú þegar að vinna í rekstur borgarinnar. Það er ástæða okkur við erum með bara fjármálastjóra inn í kerfinu. Ég hef kynnt mér ársreikningana eitthvað leyti til og það er mjög mikið sem er gert. Ég sagði opið bókhald. Opið bókhald. Ég hef persónulega ekki kynnt mér opið bókhald. Mínir styrkleikar liggja annars staðar. Þess vegna er mikilvægt að vera með þennan breiðu fylkingu og þess vegna er líka fullt af fólki sem er í rekstri líka sem vinnur í borginni. En þetta er líka spurning og þess vegna er þetta líka spurning af því að sveitarstjórn er líka, pólitískt afl. Og mér finnst sína líka bara mjög vel af hverju þetta þarf að vera pólitískt. Þetta þarf að snúast forsendurnar, þetta snýst forgangsröðunina og þar kemur pólitíkin inn í. Hvað viltu passa fyrir hvern? Og þess vegna þarf þetta að vera pólitískt þarf líka.
af því við erum með fólk sem eru millistjórnendur inn í kerfinu nú þegar og við viljum ekki að lýðræðislega valdið sé það líka. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Já, ég ætlaði að spyrja Sigfús en ég vil ekki koma í vandræði. Ég var þessum að taka... Þú er endilega að koma í vandræði. Við þekkjumst þar að ég ætla að því við vorum að tala stafræna vinnu áðan og það kannski eitthvað sem ég ekki mjög sterkur í en þú varst að tala að hvað, 27% var að skila hagnaði? 25% verkefna sem búið ábæta með þetta að skila ábæta upp á 1,7 milljarða króna á ári. Það sem ég var að hugsa kannski með varðandi restina. Er restin að skila hagnaði? Er ekki þónið eitthvað sem er hægt að taka og samt þetta skera niður, er ekki mikið af gæluverkefnum sem er að skila litlu sem væri betur nýtt í kannski grunnþjónustu? Þó svo fólk viti hvað það er þjónustu og nýsköpunarsvið Reykjavíkurborgar. Það er alltaf hægt að skoða og rýna hluti betur. Varðandi hins 75% verkefni þá bara ekki búið að ábata með þetta. Þannig að ábatamati í raun og veru upp á marga milljarða á þessum verkefni. Þetta yfir 200 verkefni. Þannig að í raun og veru eru tækifærin held ég frekar í að gefa í. Því við erum að sjá núna eins og með rafrænu fjármálakerfi sem við erum innleiða að það mun spara 30.000 vinnustundir á ári. Þetta eru gífurlega miklar fjárhæðir sem liggja þannig undir. Þannig að ég held að ef við verum að fara að spara þannig þá erum við að kasta sem sagt krónunu fyrir aurinn og við ættum frekar að rýna betur hvar tækifærin eru á einmitt að nýta stafrænt vinnuafl, sjálfvirknivæðingu, gervigreind og fleira í auknum mæli af því þannig eru tækifærin sem við höfum verið að sýna fram á eða eru mögulegt til að spara þvert yfir borgarkerfið og rýna það og þarfagreina það menn margir aðrir flokkar hér í þessari kosningabaráttu tala fyrir hagræðingu og segja upp hundruð fólks án þess að vera búin að þarfagreina við þetta en við erum með lausnina, við erum með svarið, við erum að sýna fram á það 1,7 milljarður króna ári svo sannlega en þú sagði samt að það var einspurning, nú verður tíminn að hlaupa frá. Heyrðu, að því sögðu, en engar áhyggjur, þið eru núna að fara að fá tækifæri til að láta ljós ykkar skína. Þið fáið 1 mínútu hver og við Sólrún verðum með harðri hendi að stoppa ykkur ef það farið umfram. Það verður mjög strangt. Þannig að nýtið tímann vel, 1 mínúta og þið með horfa hérna bara í átt til kjósenda. Við byrjum á þér Ingimar, gjörðu svo vel. Ég sé að myndavélin er ekki búin að snúa sér. Hún er á leiðinni. Alla kemur hún. Já, sælvirði. Góðan daginn. Við erum nýtt afl og við erum vanir stjórnendur og vanir rekstri og ástæðan fyrir að við erum að bjóða ykkur fram er að það vandi í rekstrinum. Og ég trúi bara ekki að borgarbúar ætli ekki að velja Hjördísi Dröfn Vilhjálmsdóttur sem er vönur rekstri, búin að vera í stjórnum fyrirtækja og aðalframkvæmdastjóri á Landsbankanum. Þetta kemur ekki á hverjum degi, svona kvenkostur sem að mun hjálpa borginni að dafna og vaxa og skila arði sem síðan er hægt að nota í öll þessi mörgu verkefni sem við þurfum á að halda. Takk fyrir. Já, Flokkur fólksins hefur á stuttum tíma frá því við tókum við stjórnartaumum hafið uppbyggingu á yfir 5.000 íbúðum, hagkvæmum íbúðum fyrir venjulegt fólk. Við höfum hækkað almennt frítekjumark eldri borgara, við höfum tengt ellilífeyri og örorku við launaþróun í landinu, útrýmað biðlistum eftir hjúkrunarrýmum. Við stöndum vörð fjölskyldubílinn og neitum að hækka samgöngukostnaðinn ykkar. Við látum verkin tala. Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur eru engir málsvarar venjulegs fólks í landinu. Þetta eru flokkar sem lögðust alfarið gegn því að lífeyri fylgdu almennum launum í landinu og arfleið fjórflokksins í húsnæðismálum er öllum ljós. Dýrar lúxusíbúðir sem enginn bað og enginn hefur efni á. Ekki kjósa bara taktískt því að þið fáið þá bara meira af því sama. Kjósið fólkið fyrst og svo allt hitt. Ég bið stuðning. Jæja, kæru kjósendur. Mér langaði upplýsingar það að stefnuskrá okkar borgar, hún fjallar það sem að fólki vill í borginni.
og það var ótal margir komið að máli við mig og beðið mig að taka upp ákveðin málefni en við höfum fest okkur við 7 mál og helst ber að nefna að við fórum á stað vegna vinnu minnar í 13 flokka að þá fórum við á stað með það að gera ríkið ábyrgt og munum gera það, að gera ríkið ábyrgt fyrir hælisleitendamálum og þessum hriplegu landamærum. Við ætluðum okkur að segja upp öllum samningum við ríkið en mér skilst að þeir séu nú bara á enda en við munum endurskoða þessi mál alvarlega ef við komumst að. Við beitum okkur fyrir hagræðingi rekstri eðlilega og það vita allir. Skipulagsmál og samgöngumál eru samtvinnuð. Þétting byggðar hefur skapað óhemju vandamál í borginni og við viljum bara leysa þau. Við viljum stoppa þessi borgarlínumál, við viljum að vera 2 stæði við hverja íbúð og allt fram eftir götunum. Og þá tíminn búinn. Gjörðu svo vel, Silja. Já, þessar kosningar munu snúast framtíðina og það mjög mikilvægt að við hugum að hvaða framtíð flokkarnir að bjóða. Við erum öll að tala breytingar en spurningin hvernig breytingar. Við í Sósíalistaflokknum viljum passa upp á sameiginlega innviði. Við viljum ekki að fleiri störfum sé útvistað eða fleiri störf einkavædd. Við viljum byggja upp fagþekkingu. Við viljum að Reykjavíkurborg sé traustu vinnuveitandi og geti tryggt fólki með íslenskukennslu eða önnur réttindi í starfi. Við viljum passa upp á fólkið og leiða með hag almennings. Við viljum tryggja húsnæðisöryggi fyrir alla, við viljum bæta samgöngur og við viljum líka bara bæta grunnþjónustuna í grunninn. Við viljum bæta stuðninginn í skólakerfið og það er margt sem þarf að gera. Þannig að það þarf að hugsa hvernig. Kæru Reykvíkingar, við Píratar stöndum fyrir raunverulegt valfrelsi í samgöngum. Það er borgarlína, fleiri hjóleinnviðir og fjölbreyttar samgöngulausnir. Við stöndum líka fyrir gæði í húsnæðisuppbyggingu og við höfum sýnt það með nýrri borgarhönnunarstefnu hvað hún er mikilvæg til þess að tryggja birtu, loftgæði, hljóðvis, grænsvæði og þessi félagslegu rými. Við stöndum fyrir öruggri velferðarborg þar sem við grípum öll og beitum þar á leiðandi skaðaminnkun og höfum sýnt það meðal annars með húsnæði fisk gagnvart heimilislausum. Og síðast en ekki síst þá stöndum við fyrir stafræna nútíma þjónustu þar sem við erum að einfalda allt borgarkerfið og við erum að hagræða upp á marga milljarða á ári og nútímavæða þjónustuna og gera hana betri til borgarbúa. Við Píratar stöndum fyrir græna, mannvæna, örugga, aðgengilega og skemmtilega borg. Takk fyrir þetta. Heyrðu, þá þessum oddvita kappræðum Morgunblaðsins og MBL að ljúka. Fyrir hluta, kappræðum baráttu frambóðana. Við vonum að þær hafi verið upplýsandi fyrir kjósendur og auðveldið þeim ykkur að gera upp hug ykkar á laugardaginn 16. maí næstkomandi. Við þökkum frambjóðendum fyrir að vera hérna með okkur og bara minnum kjósendur á að nýta kosningarétt sinn á laugardaginn.